Og þá komið að síðasta liða á dagskrá, það skýrsla bæjarstjóra til máls tekur Ásthildur Sturludóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir svona nokkur af þeim verkefni sem ég hef verið að fást við síðustu 2 vikurnar. Þar síðasta miðvikudag þá sat ég fund með sjúkrahúsinu á Akureyri og fulltrúum Landhelgisgæslunnar og formanni skipulagsráðs og skipulagsfulltrúa þar sem við vorum að ræða framtíða staðsetningu þyrlupalls við sjúkrahúsið. En það mál hangir saman við fyrirhugaða viðbyggingu við sjúkrahúsið. En Akureyrarbær á lóðirnar á þessu svæði sem koma til greina í framtíðinni fyrir slíkan lendingapall. Svo sem engin niðurstaða komin í þessu. Nú ég tók á móti nýjum þingmanni Viðreisnar, Ingvari Þóroddssyni og áttu við gott spjall málefni Akureyrarbæjar og kjördæmisins og ég hveti auðvitað alla þingmennina og sérstaklega þá nýju að koma og hitta bæjarfulltrúa og bara sveitarstjórnarmenn almennt í kjördæminu og kynna sér þau málefni sem eru í gangi. Það er mikilvægt að vita hvað við erum að fást við og hvaða áskoranir við eigum við alla daga. Nú eðli máls samkvæmt hafa verið tíðir fundir síðustu vikuna milli sambandsins og framkvæmdastjóra sveitarfélaga stöðu kjaraviðræðna kennara og það var einn slíkur síðastliðinn föstudag þar sem voru ræddar tillögur sem voru lagðar fram helgina, miðlunartillögur frá ríkissáttasemjara, því miður var þeim hafnað. Við áttum fund í morgun framkvæmdastjóra sveitarfélaganna til þess að aðeins að fara yfir málin og staðan er eins og fram hefur komið bara mjög þung og sést ekki endilega til lands með það. Við munum eiga fund í fyrramálið þau sveitarfélög þar sem verkföll standa yfir til þess að bera saman bækur okkar og fara yfir málin. Eðlilega vill enginn vera verkfallsbrjótar og við viljum fylgja lögum og reglum en eiga líka í góðu sambandi og nýta þau réttindi sem við höfum þó í verkfalli. Ég heimsótti opið hús hjá Grófinni sem er komið tímabundið komið í nýtt húsnæði og við fórum sem sagt ég og formaður velferðarráðs saman á heimsóttum Grófinna og þetta er glæsilegt húsnæði og hvet ykkur til þess að ef þið hafið ekki farið að heimsækja Grófar fólk og vonandi verður þetta ekki bara tímabundið húsnæði en allavega það er vel heppnað. Nú, ég var viðstödd íþróttahátíð Akureyrarbæjar þar sem og fékk að afhenda verðlaun þar sem lyftingamaðurinn Alex Cambray og knattspyrnukonan Sandra María Jessen voru valin íþróttafólk Akureyrar árið 2024 og vil ég óska þeim innilega til hamingju með það. Við þetta tækifæri voru einnig veittar heiðursviðurkenningar fræðslu og lýðheilsuráðs Akureyrarbæjar og voru þar veittar Erlingi Kristjánsinni, Hrefnu Brynjólfsdóttur, Guðmundi Bjarnar Guðmundssyni og Birni Halldóru Sveinssyni. Og ég vil líka óska þeim innilega til hamingju með þessar viðurkenningar en ekki síður þeirra framlag til lýðheilsu mála hér á Akureyri í gegnum tíðina. Ég heimsótti björgunarsveitina Súlur sem hélt upp á 25 ára afmælið sitt með því að vera með opið hús og það var fjöldi gesta sem sóttu afmælisbarnið heim og gaman að sjá hvað bæjarbúar hafa sína björgunarsveitinni mikla tryggð og vildu sína stuðning sinn í verki með því að mæta í afmælisveisluna. Og í byrjun síðustu viku kom Jenny Hill sem er nýr sendiherra Kanadamanna á Íslandi í heimsókn og við áttum gott samtal ýmis tækifæri hér á Akureyri. Nú það var ánægjulegt að fá að segja nokkur orð á 100 ára afmælishátíð Akureyrar-deildar Rauða krossins og það verður að segjast eins og að það er ótrúlegur mannauður sem stendur á þessu félagi og er tilbúinn að
aðstoða þá sem þurfa á að halda. Og eftir það afmæli fór ég í Hof og var viðstödd þegar veittir voru samfélagsstyrkir Norðurorku og það var sömuleiðis gaman að heyra af öllum þeim frábæru verkefnum sem eru hér í gangi og hluti brautargengi í frá þessum styrktarsjóði. Nú að loknu bæjarráði á 5. daginn var góður fundur á vegum Samherja, þar sem var farið yfir stöðu atvinnumála hér og stöðuna í sjávarútvegi og ég vil nú hrósa þeim fyrir að boða okkur til fundar til þess að ræða þessi mál. Það skiptir máli að hafa opið og gott samband við fyrirtækin í bænum og það sem við bæjarstjórnina og sveitarstjórnarfólk þannig að það viti hvað í gangi hverju sinni. Nú vinna við drög að gerð eigendastefnu Akureyrarbæjar komin aftur á stað núna eftir áramótin og við áttum góðan fund í gær hana. Ég ætla að fá að setja punktinn hér. Þá bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu eftirtaldar og dagskrártæmd. Eftirtaldar fundagerðir eru lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 23. og 30. janúar, bæjarráð 23. og 30. janúar, fræðslu og lýðheilsuráð 20. janúar og skipulagsráð frá 29. janúar, umhverfis- og manneskjaráð frá 28. janúar, velferðarráð frá 22. janúar og hægt að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 5. Takk fyrir góðan fund.